Þóra Sigfríður Einarsdóttir, sálfræðingur í áfalla- og sálfræðimiðstöðinni, ætlar í sínu erindi að fjalla kynferðisbrot og fjölmiðla. Þóra hefur starfað hjá Barnahúsi og varaformaður Sálfræðingafélags Íslands. Þóra, gjörðu svo vel. Já, ég hef sem sagt lengi haft ákveðnar skoðanir á því hvernig á að fjalla kynferðisbrot í fjölmiðlum og auðvitað ákveðlega mikilvægt að þessi umræða eigi sér sífellt stað. En ég lít einhvern veginn á það þannig að við höfum kannski verið að slíta barnsskónum í þessar umræðu og sé núna kannski komin á svolítið annað stig og þessi einmitt ráðstefna hér í dag kannski liður í því að vekja athygli á því hvernig við getum gert betur. Og þegar ég var beðin að flytja þetta erindi þá fannst mér ákaflega erfitt að finna hvernig ég ætti að takmarka mig því að það hægt að segja svo mikið þetta efni. En ég ætla að reyna að fókusera á sálræn áhrif svona umfjöllunar á þolendur og líka tæpa aðeins á hvernig umfjöllun í fjölmiðlum kynferðisbrot getur haft skoðanamyndandi áhrif. Og til þess að geta gert þetta þá þarf ég að byrja aðeins á því að segja frá einkennum sem eru algeng í kjölfar kynferðisbrota og þetta ég fer bara yfir það hundavaði og alls ekki tæmandi listi yfir þau einkenni sem fólk þekkir sem hefur orðið fyrir kynferðisbrotum. En þarna efst á blaði sektarkennd og skömm og þetta eru einar algengustu tilfinningar sem þolendur kynferðisbrota þola og þetta eru ákaflega erfiða tilfinningar að bera. Og ef við byrjum á sektarkenndinni þá felst hún svolítið í því að þér finnst þú hafa gert eitthvað rangt. Það var eitthvað sem þú gerðir sem var til þess að afleiðingarnar urðu þessar. Ef þú bara hefði gert það einhvern veginn öðruvísi þá hefði þetta kannski ekki gerst. Og þegar maður stendur svona utanfrá og tekur eftir því hvað sektarkennd áberandi tilfinning hjá þolanda þá veltir maður því fyrir sér hvernig getur það verið að einstaklingur sem hefur búið að brjóta svona gróflega á sitji uppi með sektarkennd. Og það eru flóknar og langar skýringar á því en í stuttu máli þá felst það svolítið í þessu trú á heiminn, hvernig við sjáum heiminn. Og við erum flest alin upp í því að heimurinn sé fyrirsjáanlegur og gott komið fyrir góða og slæmt fyrir slæma, sem sagt að við uppskerum svolítið eins og við sáum. En stundum það bara þannig að vondir hlutir koma fyrir gott fólk og góðir hlutir geta líka komið fyrir vond fólk. Og þegar eitthvað verður eins og kynferðisbrot þá snýst einhvern veginn þessi heimsmynd svolítið á hvolf og við þurfum að endurskoða allt sem við trúðum á og heimurinn verður svolítið ófyrirsjáanlegur, hann verður hættulegur, við missum ákveðin völd, við getum ekki lengur gert ráð fyrir því að við hegðum okkur svona að þá verður afleiðingarnar þessar og það ógurlegt að horfa einhvern veginn þeim augum á heiminn að hann sé bara svolítið tilviljunarkenndur stundum. Og þá getur bara verið auðveldara að reyna að finna einhverja lógískar skýringar á því sem hefur gerst. Og fyrst að það þannig að gott kemur fyrir góða og slæmt fyrir slæma og ég lendi í kynferðisbroti, þá hlýt ég að hafa gert eitthvað slæmt. Þannig að sektarkenndin á svolítið rætur þarna. Og því miður þá það þannig að samfélagið og umfjöllun í fjölmiðlum hefur oft fest þessar tilfinningar í sessi hjá þolendum. Og frá sektarkenndinni stutt í skömmina á meðan að sektarkennd beinist meira af hegðun eða atferli einstaklingsins þá skömmin meira inn á við. Það eitthvað af þér sem persónu. Þú hefur gert eitthvað eða tekið þátt í einhverju eða orðið fyrir einhverju sem brýtur gegn svona grundvallar prinsipum, einhvers konar tabú eða brýtur gegn þínum eigin lífsskildum. Og þessi tilfinning, skömmin, hún tengist í mjög að segja ekki frá, ásamt sektarkennd auðvitað. Og áfalleinkennin, það auðvitað mjög áberandi einkenni í kjölfar kynferðisbrota og eins og var minnst á áðan þá
áfallastreituröskun algengust í kjölfar kynferðisbrota. Það algengar að fólk þrói með sér áfallastreitu í kjölfar kynferðisbrots heldur til dæmis hermenn á vígvelli eða hermenn sem hafa verið pyndaðir og svo framvegis. Þannig að þetta það að verða fyrir kynferðisbroti breytir þér sem persónu og breytir því hvernig þú sér heiminn. Og það bara eðlilegt að fólk sýni áfalleinkenni þegar það hefur lent í einhverju hræðilegu. Það þýðir ekkert endilega það að þú fár áfallastreituröskun, en allir sem verða fyrir alvarlegum áföllum sýna einhvers konar áfalleinkenni. Og einkennin ekkert endilega rökrétt, svona þegar maður sér utanfrá. Fólk oft í losti, heimurinn á hvolfi, það að reyna að átta sig svolítið á því hvað gerðist. Það hluti af áfallainkennunum og svo höfum við öll heyrt áleitnar endurminningar. Það þessar minningar, það geta verið bara mynd eða það geta verið svona heil kvikmynd í höfðinu á fólki sem af það sem maður að spila, það sem kom fyrir og þessum minningum og þessum svona kvikmyndum, ef maður getur kallað það, fylgja tilfinningar og líkamleg viðbrögð. Hjarta getur farið að slá hraðar, þú getur farið að svitna og þú finnur fyrir skömminni og þú finnur fyrir ógeðinu og hræðslunni og öllu því. Þannig að þetta svona einkenni sem margir kannast við. Og ótti í kjölfarið á kynferðisbrotum að þá algengt að bara svona almennt viðbragðsstig fólks hætti. Það fer að vera hækki fyrirgeðu. Að fólki fer að vera hrætt við einhvern veginn allt og alla. Finnast heimurinn hættulegur, hræddur við að rekast á geranda, svolítið eins og Hallgrímur minntist á að allir kallmenn eru hættulegir einhvern veginn allt í einu. Ekki lengur öruggur einn í myrkri, erfitt að fara einn í miðbæinn og svo framvegis. Og ekki síst, hvað finnst öðrum mig? Ef að fólk kemst að því hvað kom fyrir mig, hvað á þeim eftir að finnast? Og annað, það hjálparleysi. Þegar fólk að verða fyrir kynferðisbroti, að þá öll einhvern veginn völd og öll stjórn tekin frá einstaklingnum. Og það engin virðing borin fyrir þörfum einstaklingsins. Og það að lenda í kynferðisbroti, ég heyri það oftar en einu sinni, það svona einhvern veginn eins og að missa bara stjórn á öllu og þessi tilfinning fylgir fólki oft þegar kynferðisbrotið liðið. Og svo auðvitað fullt af öðrum einkennum sem ég ætla ekki að fara nánar í og það að fara miklu dýpra í öll þessi einkenni en það kannski ekki það sem við ætlum að gera í dag. En mér langaði svolítið að tala hvernig fjölmiðla umfjöllun getur haft áhrif á þessi einkenni upp á gott og vont og líka hvernig einkennin hafa áhrif á umfjöllun sem kemur fram í fjölmiðlum. Og eins og við tölum áðan að þá þolandi að átta sig á breyttri heimsmynd þegar hann hefur lent í kynferðisbroti. Og hann að glíma við allar þessar tilfinningar og allar þessar spurningar, hefði ég átt að gera eitthvað öðruvísi, og hvernig fjölmiðlar fjalla brotið getur haft áhrif á það hvort þessar sektar tilfinningar festist í sessi eða hjálpa þolandanum að komast frá þeim. Og það auðvitað orðræðan sem skiptir svo miklu máli og hún hefur breyst mjög mikið. Þegar ég var einmitt að undirbúa þetta erindi þá googlaði ég meint nauðgun og meint kynferðisbrot og það eiginlega ekkert síðustu 2 árin. Það hefur breyst mjög mikið, en áður fyrir þann tíma þá eiginlega öll kynferðisbrot sem fjallað var í fjölmiðlum, þá var talað meint kynferðisbrot, meintanauðgara og svo framvegis. Þannig að umfjöllun skilar árangri. En það hefur verið lenska að beina athyglinni að þolandanum, hver hann hvar hann var, hvað var hann að gera rétt áður en brotið fór fram. Og við þekkjum öll þessar klisjur, var einstaklingurinn drukkinn, hvernig var hann klæddur, af hverju fór hann með honum upp í bíl og svo framvegis. Og það líka oft leitað einhverju neikvæðu, ábyrgðin svo oft sett á þolandan sjálfan. Og þarna vitna ég í frétt, frægt kynferðisbrotamál sem gerist á Hótel Sögu á Salerninu og þar stóð í Morgunblaðinu að stúlkan veitti athæfi piltsins ekki viðnám eða kallaði á hjálp og þetta var notað meðal annars varðandi dóminn til þannig að dómurinn varð ekki eins þungur og hefði átt kannski verið, hann var sýknaður reyndar fyrst í
í héraðsdómi. Og það er bara þannig að hversu mikla mótspyrnu kona veitir eða karl á meðan að á kynferðisbroti stendur, að það segir ekkert til það hvort að brot sé eiga sér stað eða ekki. Og þetta sýnir kannski bara svolítið menntun og þekkingu varðandi viðbrögð þegar fólk að verða fyrir kynferðisofbeldi. En það er auðvitað farið að vera kannski meiri þekking á því núna. En það sem gerist iðulega skýrt út frá þolanda eða þá mikilvægi þess sem einstaklingurinn var fyrir er líka minnkað út af því hver þolandinn er. Og fortíð þolandans iðulega rifjuð upp og við þurfum ekkert að leita langt. Það var líka minnst á þetta mál hérna áðan sem gerist núna í haust í Vestmannaeyjum. Við hefum öll búin að heyra það ítrykkað að konan sem var fyrir ofbeldinu var drukkin og gefið í skyn að hún sé þekkt í bænum fyrir það að fá sér of oft í glas. Skiptir það einhverju máli? Minnkar það eitthvað vægi þess sem hún varð fyrir? Þannig að þetta er ekki eina dæmið slíka umfjöllun. Og maður getur bara rétt ímyndað sér fyrir þessa konu og aðra þolendur sem að fjalla svona hvort að þetta festi ekki einmitt sektarkennd einstaklingsins í sessi sem einmitt að velta fyrir sér hvað hann gerði til þess að þetta, til þess að hann hafi lent í þessu. Hvað sem það að hafa farið nýju bæ eða fengið sér í glas eða eitthvað. Og það getur líka verið mjög auðvelt að fá neikvæðar lýsingar á þolanda frá þeim sem að þekkja til. Sérstaklega ef að fólk á erfitt með að horfast í augu við það að gerandinn, sá sem er ásakaður glæpinn, er einhver sem þeir þekkja eða þykir vænt og svo framvegis. Og mér finnst þetta svolítið gott sem að ég með litað gult. Þetta er líka frægt mál, þetta er Húsavíkurmáli fræga, þar sem að stúlkan flutti frá Húsavík í kjölfar þess að það fór undirskriftalist bæinn þegar pilturinn hafði verið dæmdur í 1,5 árs fangelsi, það fór undirskriftalist bæinn til stuðnings gerandans. Og þarna kemur svo bara vel í ljós hvernig fjölmiðlar oft fjalla gerendur og hvernig þeir fjalla þolendur. Og svo fannst mér líka þessi síðasta tilvitnun algjörlega frábær. Að aumingjast Strauss að hafa lent í því að nauðga konu og bara þetta er bara mikil vandræði fyrir hann og hann hefur áður lent í slíkum vandræðum í samskiptum. Þannig að þessar tilvitnanir finnst mér í raun og veru vera kannski líka bara efni í málþing og svona ákveðin vingil en ég kasta þessu bara fram til að bara sýna fram á hvernig umfjöllun getur haft áhrif bæði á bataferli þolenda og líka skoðunarmyndandi áhrif á samfélagið. Og skömmin. Það er ótrúlega erfitt fyrir þolanda að vita að það versta sem hefur komið fyrir þig og það sem að þú berð kannski ennþá á mikilli skömmustu tilfinningu. Þetta er atvik þar sem að þú varst niðurlægður eins mikið og hægt að niðurlægja, en það sé bara allra vörum, nákvæmar lýsingar á því sem að kom fyrir þig. Auðvitað má spyrja sig líka eins og Hallgrímur kom inn á, af hverju er svona erfitt, af hverju er svona skammarlegt að tala kynferðisbrot og það sem kom fyrir. En kannski er það einmitt út af þessu, að þetta er svo rík tilfinning, þessi skömm, einhvern veginn. Og það er þannig að margir þolendur fara til dæmis í felur þegar umfjöllun þeirra mál stendur sem hæst og forðast að kveikja útvarpi, forðast að kveikja sjónvarpi og samfélagsmiðla og annað slíkt. En ég setti þessa setningu, þetta er líka úr Vestmannaeyjamálinu fræga sem er núna búin að vera fjallum í haust, að ég hugsaði bara með mér, hvernig er það að lesa þetta sjálfan sig þegar maður er einhvern veginn í miðju áfallinu. Já, einhvern veginn er þetta nauðsynlegt. Og hjálparleysi, við tölum aðeins það áðan og það er auðvitað fjölmiðillinn sjálfur sem ákveður hvað er fjallað og hvernig er fjallað það og það er bara eðlilegt. Það er fjölmiðlarnir sem eiga að ákveða það. En þetta getur ýtt undir þá tilfinningu að þolandinn hafi einhver stjórn á aðstæðum, að hann sé algjörlega hjálparlaus.
Og það auðvitað mjög erfitt fyrir þolanda að vera allt í einu lentur á stað sem hann ætlaði ekkert að vera á og það bara almenn vitneskja. Og stundum verður það til þess að þolandi sér bara eina færa leið úr þessu og það að segja sína hlið, koma í viðtal. Og ef þolandi velur þá leið þá hann líka berskjaldaður. Eins og var komið inn á líka áðan, ég meina hver verði fyrirsögnin, hvað af því sem ég sagði verður birt, hvernig verður viðtalið klippt saman og svo framvegis. Og þetta auðvitað líka vera mjög vandasamt af því að áhugi fjölmiðla auðvitað mestur á meðan þegar atburðurinn í skeður, en það akkurat þá sem að þolandinn kannski ekki í standi til að fara í slík viðtöl. En mér langar líka að benda á það getur líka vakið upp ákveðið hjálparleysi hjá þolanda þegar ekki fjallað málið hans. Akkur ekki fjallað málið mitt, skiptir það engu máli eða? Og við getum öll hugsað eyjar aftur í því samhengi, verslunarverki. En óttinn eitthvað sem breiðir úr sér og þetta flókið. Stundum óttast fólk að gerandi hafi uppáð einhvern veginn ef hann ókunnugur út af einhverjum upplýsingum sem birtast í blöðunum. Hvernig fólk eftir að bregðast við, eftir að trúa mér og svo framvegis. Og svo það líka þannig að stundum fjallað kynferðisbrot á þann hátt að það vekur upp ótta hjá almennu fólki í samfélaginu. Bæði með svona ítarlegum og ljótum lýsingum, og það svona oft ákveðna staðalmyndir sem birtast í fjölmiðlum. Og það getur ýtt undir þá hugsunarskekkju að fólk sé hvergi öruggt og allir séu hættulegir. Eins og bara að maður get ekki sem kona verið í miðbænum eftir að myrkrið fellur á. Maður þurfa alltaf einhvern veginn að vera á varðbergi. Og áfallaeinkennin sem eru, eins og ég sagði, það bara mjög eðlilegt að fólk sýni áfallaeinkenni eftir að hafa lent í áfalli. Hvernig getur það verið öðruvísi? Og það bara eðlilegt að vera ekki með sjálfum sér og gera kannski eitthvað sem svolítið skrítið. Þetta ítrekað notað gegn þolanda. Og aftur komin í Vestmannaeyjar, það þetta mál sem búið að vera núna svo mikið í haust. Og það sem ég augun í þannig mjög ósamvinnuð þýð. Og ef maður lítur á greinargerð lögreglunnar þá kemur fram að þessi kona var nýbúin að verða fyrir alvarlegri líkamsárás, hún var nýbúin að verða fyrir alvarlegu kynferðisofbeldi, hún var svo köld að það nálgaðist ofkælingu loksins þegar gátu mælt hana. Það kom líka fram hún hafði orðið fyrir höfuðhöggi. Ég meina hvernig átti hún að vera? Það kemur líka fram í fréttin reyndar að hún hafi verið óróleg, frásögnin hennar óljós og ósamvinnuð þýð. Var hún kannski bara hrædd eða? Þetta svona, þó að þetta standi í greinargerð lögreglunnar þurfum við líka að fjalla það í fjölmiðlum. Og þarna nefna svo mörg svona dæmi. Samskipti við gerendur í kjölfar kynferðisbrota, þau eru mjög algeng því að mjög margir þeirra sem verða fyrir kynferðisbroti þekkja gerandann og í einhvers konar samskiptum og eftir. Eða hvernig sem það og það líka frekar nýlegt mál, það ung stúlka sem ásakaði 5 unga menn í Breiðholtinu fyrir nauðgun og síðan næst mynd af henni þar sem hún hegða sér bara svona nokkuð eðlilegan hátt eftir þetta atvik og það notað gegn henni. Og það sem kannski virðist órökrétt fyrir okkur getur verið fullkomlega rökrétt fyrir þolandann. Þolandinn ennþá að átta sig á því hvað gerðist og kannski bara í augnablikinu betra að láta eins og þetta hafi ekki gerst. Að reyna bara að halda áfram. Og það bara alls ekki óalgengt að gera það. Og þegar þessi áfallengin notuð gegn þolanda þá getur slík umfjöllun svo sannarlega ýtt undir sektarkennd og skömm hjá því fólki. Og annað varðandi áfallenginni, eitt af því sem oft talað mest eins og ég sagði áðan, þessar áleitnu endurminningar. Og fyrir flesta, hvað sem maður hefur lent í kynferðisbroti eða ekki, þá óþægilegt að lesa fréttir kynferðisbrot. Það óþægilegt að lesa bók eins og bókinina Guðrúnarefni eða hlusta á lýsinguna sem þú last upp áðan. Þetta snertir bara eitthvað í kjarnanum á okkur. En fyrir þolendur kynferðisbrota þá þetta miklu erfiðara af því það getur kveikt á mjög erfiðum minningum og ekki síst þegar fólk hefur ekki unnið úr sínum málum.
þá alltaf líkur á því að fólk upplifa ákveðnar tilfinningar og svo líkamlegu viðbrögð og svo framvegis eins og ég var að lýsa áðan, svona næstu því eins og þetta hafi bara verið að gerast í dag. Já, og ég bara vil kannski ítreka það að ítarlegar atvikalýsingar eru mjög meiðandi fyrir þolendur. Bæði þolandann sem við verðum að fjalla og þolendur sem eru bara þarna úti og eru líka til þess fallnar að vekja ótta út í samfélaginu. En mér langar líka aðeins að tala það að segja sögu sína í fjölmiðlum. Er það gott eða er það ekki gott? Og það er bara svo fátt í þessum heimi sem er svart eða hvítt. Þannig að þetta er auðvitað bara jákvæðar og neikvæðar hliðar á því eins og öllu öðru. Og eins og var komið inn á áðan líka að þá getur það verið mjög valdeflandi að segja söguna sína. Að það er þú sem ákveður hverjum þú ætlar að segja og hvenar og hvernig. Og að geta bara tekið þessi ákvörðun er bara hluti af því að hafa vald á eigin lífi og vald á eigin örlögum og það er mikilvægt að hafa þessi rödd. Að þolandinn hafi rödd og það sé hlustað. Og þöggun er kannski svolítið þveröfugt við þetta. Það þekkja flestir sem hafa orðið fyrir kynferðisbrotum að það eru margir sem hefðu kannski helst viljað að það hefði verið þagað. En þegar að þolandi ákveður að stíga fram að þá missir hann líka ákveðið vald. Hann getur valið hverju mann segir frá og svo framvegis en síðan verður hann einhvern veginn bara hliðarbreyta í ferlinu og hann getur upplifað ákveðin trúnaðarbrest ef að fyrirsagnir eins og þú myndist líka á er einhvern veginn öðruvísi heldur en við var búist og hvernig viðtalið er klippt til og svo framvegis. Og svo er það auðvitað líka þetta núna sem við erum í nútíma samfélagi að þá fer bara svo mikil umræða fram á netinu og þar hefur þolandinn engin völd yfir því hverjir lesa eða hverjir gera athugasemdir og oft heldur fólk að sé tilbúið að sé búið að gera sig grein fyrir afleiðingunum, búið að segja sögu sína kannski í litlum hópi, fengi jákvæð viðbrögð og svo framvegis en síðan bara geta gerst allt aðrir hlutir þegar sagan er komin út í þennan stóra heim. Og lang flestir fá einhver neikvæð viðbrögð og það er eins gott að bara búa sig undir það. Já. En að fá einmitt þessi jákvæð viðbrögð er ótrúlega mikill styrkur. Að segja söguna sína uppátt og sleppinni. Fyrir þolanda sem hefur kannski fundist að vera gallaður eða ógeðslegur eins og er algengt líka að komast að því að öðrum finnst það ekki. Þrátt fyrir að þú hafir óttast það og þegar þú ert búin að segja söguna þína, þá lítur fólk bara á því sömu augum og kannski bara sem sterkari mannesku fyrir vikið. Og það er líka aftur með þetta valdeflandi að segja sögu sem ekki hefur mátt segja eða segja sögu sem ekki hefur verið trúað. Allt í einu er sagan orðin opinber og fólk trúið þér. Það getur verið mjög svona powerful, ég finn ekki alveg íslensku orði fyrir það. Og svo líka að vita að maður er ekki einn, að maður skiptir máli og vekja von. Það er líka gott að vita að maður er kannski að hjálpa öðrum, að vekja von hjá öðrum. Það getur verið ótrúlega gott fyrir þolendur sem ekki eru búin að vinna úr sínum málum að lesa viðtal við einstakling sem er bara búin að vinna vel úr þessu áfalli og er komin á góðan stað í lífinu. Og eins líka að þessar byltingar sem hafa verið undanfarið af beauty tips og svo framvegis, að það er miklu auðveldar stíga fram í fjöldanum. Og við vitum það allir sem að vinna með kynferðisbrot, að alltaf þegar þessar umfjallanir hafa náð hæðstu hæðum eins og það ger alltaf reglulega, að þá fáum við svolítið flóðbylgju af fólki, hvort sem það er að kæra málin eða ekki, en það er allavega að leita sér hjálpar og stíga fram. Og svo er þetta að skila skömminni. Það er mikilvægt að það getur verið ótrúlega áhrifaríkt skref að takast á við skömmina, að segja upphátt frá því sem gerðist, mæta velvilja og svo framvegis eins og vorum að tala um áðan. Margir þolendur hafa óttast að vera hafnað, óttast að vera ekki trúað og svo framvegis og svo gerist bara eitthvað allt annað. Þannig ég hef heyrt í mörgum þolendum sem að segja frá þessu. Þetta hefur verið mjög mikilvægt skref í bataferlinu.
En mér langar líka að taka aðeins fram að þú veist, í dag þá endar þessi saga aldrei. Að því hún einmitt á samfélagsmiðlunum á netinu og þegar þú ákveður að stíga fram og segja sögu þína þá ertu bara á einhverjum stað í lífinu þar sem þú ert tilbúin og oft þetta svona ákveðin lok, þú ætlar að loka og skilja þetta eftir. En það verður ekkert endilega þannig. Það mjög líklegt að þú verið minnt einmitt á frásögnina reglulega og 5 árum seinna hafi einhver verið nýbúin að uppgöta bókina og vilji ræða hana. Og áfalleenginni að ef að þolandi ekki tilbúin þegar hann fer í viðtal að vegna þess að hann hefur ekki unnið úr afleiðingum brotsins, að þá getur það verið mjög meiðandi að fara í slíkt viðtal. Það getur fyrirliggjandi einkenni eins og kvíði, þunglyndi, óvelkomna minningar og svo framvegis geta aukist. Ég gerir mér enga grein fyrir tímanum. Já, komin aðeins yfir. Þá ætlum ég bara að skella þessi hérna upp. Þetta, ég finnst, maður þurfi aðeins að velta þessu fyrir sér. Skiptir aldur máli þegar maður ákveður að taka viðtal? Rétt að taka viðtal við einstakling sem orðinn 9 ára, 18 ára? Men hann fullorðinn í lögum en gerir hann sér alveg grein fyrir því hvað það þýðir að segja söguna sína á opinberum vettvangi. Við vitum það að þeir sem að verða fyrir kynferðisbroti í æsku að þeir glíma við afleiðingarnar reglulega eftir hvar þeir eru staddir í lífinu. Ekki á sama hátt og kannski fyrst, en það getur vakið upp svona nýjar tilfinningar og nýjar hugsanir, til dæmis við meðgöngu eða þegar barnið er gamalt og þegar þú varst fyrir kynferðisofbeldinu og svo framvegis. Þannig að maður verður að velta þessu aðeins fyrir sér og svo hversu fljótt á maður að ræða við þolanda. Það allavega mín skoðun að það mjög meiðandi fyrir þolandan að tala við hann áður en að sá aðili hefur unnið úr þessu áfalli. Og það að fara í viðtal, það ekki úrvinnsla áfalls, ef engan hátt. Svo ætlum ég bara að skilja þessa glæru eftir og ekkert að tala hana. Þetta bara svona hugleiðingar hvað við getum gert betur þegar við erum að fjalla kynferðisbrot. Takk fyrir. Þar sem að kaffið tilbúið þá ætlum við að breyta aðeins dagskránni og en við ætlum að taka 20 mínútna kaffi en á þessum nótum langar mér samt að skjóta inn einu sem að ein besta bók sem að skrifa verið samband blaðamanns og viðmælanda sem ég hef lesið heitir Journalist and the Murderer og eftir Janet Malcolm og opnunarorðin í þeirri bók svona: Every journalist who is not too stupid or too full of himself to notice what is going on knows that what he does is morally indefensible. He is a kind of confidence man, preying on people's vanity, ignorance or loneliness, gaining their trust and betraying them without remorse.